horror. Já, komið sæl og blessuð. Áður en ég gerir nokkuð annað langar mig aðeins að leiðrétta einn misskilning úr seinasta myndbandi Verslópartíinu. Þar var ég svo svakalega hissa á því að það skulle eitthvað vera gott með mix, en staðreyndin er svo að ég hef náttúrulega pröfað að blanda mix áður og stundum hefur það komið ágætlega út. Malibu með mix, það var ókei. Bacardi Ras og Egils mix hins vegar var alveg fínt sko, þannig að þurfa ekki vera alveg svona hrædd við mix eins og ég segi ykkur að vera. Ég var náttúrulega komin svolítið í glas á þessum tímapunkti í myndbandinu, en það sem ég hef sennilega verið að hugsa þegar ég pröfaði að blanda mix í Tobas var að ég örugglega verið að hugsa Mountain Dew. Mountain Dew ég skila aldrei blanda það við neitt, það er ógeðslegt. En ok, núna í kvöld ætla ég að vera með Underberg. Jep, annan þýskan drykk. Já, hann er þýskur. Ég veit að það stendur Konungsríket Danmark og Bornholm og Copenhagen og Jylland á þessu. En nei, ég googlaði það. Underberg kemur örugglega frá Þýskalandi. Ég hef actually aldrei fengið þetta áður. Þetta bæði fæst bara í 3 vínbúðum á landinu, Skútuvogi og Heiðrúnu. Og ég hef aldrei smakkað þetta áður. Það var mælt með þessu á YouTube-channelinu mínu. Takk Danny Eagle. Ég er mjög spenntur fyrir því hvað þú ert hérna með. Bæði þetta fæst í svona öskjum og í þessu eru 12 litlar flöskur sem eru pakkaðar inn í svona fallegan pappír. Og bæði þetta er bara framleitt í svona litlum flöskum. Það er ekki hægt að kaupa svona stórt Underberg. Þetta er það. Hugsunin er sko svo að þetta á alltaf bara að drekka eftir mat. Maður á að borða einhverja góða máltíð og síðan til að njóta hennar til fullnustu, þá er einni svona flösku rennt niður. Alltaf kemur alltaf í svona litlum flöskum. Og þessi drykkur er búinn að vera til og uppskrift næstum óbreytt í 150 ár cirka. Ég er nú eiginlega búinn að borða nóg í dag, en við skulum gera þetta rétt, ekki satt? Ég elskar Prins Polo. Ok. Nú er ég kominn með eitthvað í magan, þannig að núna skulum við pröfa þetta. Ok, Danny Eagle. Nú er eins gott að þú sért ekki að plata mig í neitt. By the way, þetta... Hey mate, þetta eru 44%. Ég er ekki að djóka. Hérna, sjáuð, 44%. Þetta er því afar líklega sterkasta áfengi sem ég nokkuð tíma látið í mig. Okay, just go for it, I guess. Oh man. Vá, ég hitnar eyrun. Hvernig getur mig hitnar eyrun af því að drekka áfengi? Það meikar ekki sens. Og núna maganum. Wow. Ok, það er furðuleg upplifun að drekka þetta, sko. En ég persónulega myndi frekar vilja drekka út úr skotglasi. Það er eitthvað... þessi litli stútur... Nei, skotglas. Það var hvort er ekkert eftir. Já, ég fíla að drekka þetta betur úr svona skotglasi.
En það örugglega ekki bannað að blanda þetta. Ég meina þó þetta komi svona fyrir pakka til þess að vera drukkið eitt og sér. En já, ég náttúrulega hef aldrei smakað þetta áður, þannig ég þurfti að smakka þetta til að vita hvernig best er að blanda þetta og nú veit ég það, þannig að núna get ég farið aðeins út í búð. Ok, eigum við bara ekki að byrja þetta? Ok, látum okkur sjá. Fyrst eitt sem að ég las á netinu. Ég vona að ég muni það rétt. Þess að þarf örlítið heitt vatn. Ekki of heitt, það á ekki að vera sjóðandi, ég meina Underbergin alveg nógu heitur. Í það setur maður hunang. Þessi maður að vera heitt, svo þetta leysir smá upp. Svona. Best ég hefði skeið eða eitthvað. Menn ekki að finna skeið. Ok, þetta er ekki of heitt. Síðan setur maður sítrónusafa. Hvað? Ok. Velavónum býst ég við. Og senast en ekki síst aðra flösku af Underberg. Ok. Þessi lykt. Man. Ég vissi bara í áfengisvími bara að það að finna lyktina af þessu. Ok. Ekki sjóðandi vatn, en heitt vatn, hunang, sítrónusafi og ein flaska af Underberg. Þetta er eins og te. Sterkt te. Ok. Aðeins of mikið af þessu hér. Hvað er súrt. Ok, þá veitum það, ég vilja virkilega súran drykk og ég meina þú veist sítrónu ofan á lime súrt, þá er þetta það sko. Ég meina, damn! En ég er með meira. Cranberry juice, það er ekki trönuberjasafi. Hvað er málið með fucking... God damn it! Hvað er málið með að maður þarf fucking höll til að opna drykkjarílát? Þetta er alveg út í hött. Trönuberjasafi er góður. Ég var að kaupa mig þannig oftar. Ok, þá er það önnur flaska af Underberg. Nágrannir mínir eru sennilega, fyrir utan bara, hvað í ósköpunum er hann að gera? Er hann einn eða?
Vitið þið hvað? Þetta hérna er mjög gott. Betra en þetta hérna fljótandi súraldin. Ó já, Undabek og drunibyrjasafi. Hver hefði haldið það? Ekki einu sinni ég. Þess vegna er ég hérna til að pröfa þetta shit fyrir ykkur. Svona proof drink. Svo þið vitið hvað á að forðast og hvað ekki. Ok. Appelsínusafi. Nei. Fucking brassafernur, ég hata þær. Ok. Búið ykkur undir sóðaskap. Hata ofna þessi kvikindi. Þessar fernur koma beint úr heitasta helvíti. Ég hata safafernur. Djöfullinn er þarna niðri að hlæja að mér akkurat núna. Svo er þetta hellórusi líka fyrr. Ég er ekki fan af safafernum. Slafa frekar lítið, þannig að segja, blanda sterkt. Blanda mjög sterkt, afar sterkt áfengi, 44%. Yey. Man, nokkrir dropar að þessu bara langa leið. Nah. Ég er ekki alveg að fíla það með þessu, sko. Ekki alveg, sko, en hvað með smá hunangi? Já, þetta er ekki heitt og þetta blandast það. En ef ég set síðan heitt vatn út í líka, þá verður það geðveikt þunnt. Munið krakkar, endilega sleikið skærið. Það er totally örugt. Mun aldrei sker ykkur. Engin munur, ég meina, hunangi sett bara á botninn. Ég ætti að skera þennan part úr myndbandinu. Herðu, já, ég var með orkudrykk hérna einhvers staðar. Sjá, hvar ertu? Þarna er hann. Þennan er það langar að pröfa. Meira cranberry. Núna cranberry XL energy drink. Skemmtilega við XL-drykkina er hvernig þeir eru á litin. Nú pröfa frekar þetta glas hérna að hreinna. Oj! Damn! Fucking súrt. Oh man, það sjá hversu fallega bleikur hann er. Þetta er beautiful. Vá, ég er að sóa hérna getmörgum litlum flöskum í blandaði eitthvað shit. Oh man, þetta er svo asnalegt. Góð lykt af þessu, næstum við svo ávaxta te. Bragðið hins vegar. Ég er ekki fan. Þetta er ekkert sérstakt.
Ok, ég er með eina hugmynd í viðbót. Svona plás. Matreiðslurjómi í skotglas. By the way, hversu, þetta er 2 sjúsa glas, hversu mikið er í þessum flöskum? 20 millilítrar. Er það ekki minna en heilt sjús? Er sjús ekki 30? 2 centilítrar stendur hérna, þannig að kannski... Ok, þetta sjús verið meira. Það er ekki aðeins meira en 2 centilítrar. Já, 2 centilítrar. Og núna smá rjómi. Það meikaði sens því ég var í búðinni. Ég veit ekkert hvað ég var að pæla. Ég ætla að skella þessu í mig bara einu. Það lúkkar ógeðslega weird. Þessi rjómi útrunninn. Nei, það rennur út. Já, samkvæmt úrinu mínu er núna 30. febrúar. Mann er alveg að renna út, en ætti ennþá að vera ok. Þetta er aðeins, ég er ekki alveg... Nei, það er örugglega ekki útrunninn. Rétt svo ekki. Ok, ef þetta skildi vera mitt seinasta myndband út af matareitrun, þá... Takk fyrir allan fandóminn. Þetta var ógeðslegt. Og jafnvel að rjóminn hafi verið ok eða ferskur af því. Þetta er bara... Þetta er hræðilegt með stóru hái, stóru r-i, hræðilegt í stórum stöfum, sko. Ok. Það er eitthvað fleira sem að... Mikið betra. Nei, ég held að þetta sé bara komið, sko. Býtu, ok. Ég er hálfnaði með boxi. 6 svona litla flöskur og já. Ef þið viljið að pæla í því hvort ég finna á mér eða ekki, þið megið giska. Ok, eina. Bara for, you know, shits and giggles, eins og sagt er. En já, þetta Underberg er bara svei mér gott, sko. Hvað get ég sagt? Mín móðurþjóð kann að brugga ansi gott áfengi. Ég ætla að gera skotglas, eitthvað skemmtilegra. Já, takk kærlega fyrir að horfa og hafið það mjög gott. Hlakka til að sjá ykkur í næsta myndbandi. Nema ég náttúrulega sé ykkur ekki þegar þið horfið. Það er meira að þið séu að horfa á mig og sjá mig þjást í gegnum allt þetta og gera mig að fífli og drekka því að ég hef ekkert betra með líf mitt að gera Nei, tjók, þetta er allt í lagi. Mér finnst það fínt. Ég meina það er ekki svo sé. Fuck it. Ah!
já 44% beint í æðarnar, beint í bihula og maginn á mér sko logar. Þetta er ótrúlegur drykkur. Og það er pínu næs að fá þetta í svona cool boxum sko. Minnir mig pínu á eldgamlu hrökkbrauðsboxin og allt það. Þetta er virkilega a product of another era. Þú veist, svona fæst varla nú til dags. Bara, þú veist, nú til dags þegar allt er úr plasti og þú veist, öðrum gerviefnum og pappa, þá finnst mér mjög cool að hversu original þetta er. Ég meina, þeir pakka þessu ennþá í svona pappír utan flöskunar. Þeir selja bara í pínlitlum flöskum og maður getur keypt það í þessum áldóllum. Það er reist hægt að kaupa 2 flöskur litlu í, reyndar pappabóksi og eða 3, svo er þetta og svo er reyndar ekki á Íslandi en annars er þetta að kaupa svona bíl, basically leikfangabíl þar sem þetta er inn í, þú veist, á pallinum. Þú veist, þetta Well, fuck you too, memory cards! Fucking myndböndin af kettinum hennar mömmu fylltu minni, þannig að ég get ekki klára setninguna af hann. En ok. Myndböndið er búið, ég er búinn að smakka og blanda allt sem ég geti gert og holy shit, hvað maður finnir mikið fyrir þessu undir áhrifin á ég. En já, takk fyrir að horfa og munið að hita subscribe og like og deila þessu áfram, endilega. Please, mér langar að slá gamla metinu við í fjölda áhorf á einu myndbandi og ef þið hafið líka tillögur fyrir það hvað ég geti haft í næsta myndbandi, endilega skilið eftir í komment og þið sem þið ekki mig get líka sendt mér skilaboð á Facebook og svona. Ef þið eru með einhverja tillögur, bara go for it, ég er opinn fyrir öllu.